Hreggviður, þetta hafðist ekki í dag, jafntefli í seríunni 2-2 og þið eru komnir upp í vegg eins og Keflvíkingar voru komnir. Hvað er framundan? Bara svakalega öflugur kokteill hérna í oddaleik og það eru bæði liðin náttúrulega komin upp í vegg og hvorugt lið vil fara í sumarfrí. Það er náttúrulega komin eftir, það er bara fjölið eftir í samkeppninu um Íslandsmeistaratitilinn, hann náttúrulega getur allt gerst. Og við vissum það að við áttum von á erfiðum Keflvíkingum og þeir eru búin að ná að hrinda okkur út á okkar leikskipulagi undanfarna 2 leiki en ég á von á rosalegum leik og mikilli baráttu í leik 5. Já, nákvæmlega. Núna varst þú að spila virkilega vel, mjög vel í fyrstu 2 leikjunum og svo eru svona aðeins verið að dala. Er eitthvað svona sálfræðilegt að trufla eða hvað er málið? Ég lét þetta klárlega harðan körfubolta fara í hausinn á mér í fyrri leiknum og var nú reyndar óheppinn með svona 1 skot núna í kvöld en annars átti bara liðið ekki nógu öflugan seinni part af leiknum. Við byrjum mjög vel, mjög öflugt en hleypum svo Keflvíkingum aðeins nálægt okkur þegar nær dregur að seinni hálfleik og svo í seinni hálfleika þá bara erum við í raun og veru ekki að framkvæma okkar leikskipulag og okkar kerfi sem við ætlum að leggja upp úr að vinna Keflavík með þeim. Og kannski breytin ykkur sem við talaðum mjög skemmtileg og hún er kannski ekki alveg að skila sér nógu vel í síðustu 2 leikjum eða hvað? Það sem að mestu máli skiptir núna í undanförnum 2 leikjum er að við erum með ákveðið plan og það er búið við erum ekki að framkvæma þetta plan. Kannski svipað á Keflvíkingarnir voru ekki ná að framkvæma þessi þeirra allir í fyrstu 2 leikjunum? Hugsanlega. Þannig að það er okkar búin að vera okkar vandamál en eins og segi, bæði lið eru búin að sýna það að geta spila fanta skemmtilegan og góðan körfubolta, það eru góðir einstaklingar og þeir eru náttúrulega leikmenn að hitta vel núna og þannig að þetta bara goes down to the wire í leik 5 og ég á von á, ég segi, hvorugt lið vill fara heim í sumarfrí þannig að það verður allt skilið eftir á vellinum. Verður ekki bara að fá bara 50 rútur inn á Breiðholtinu og pakka gjörsamlega sláturhúsið? Ég held að stuðningsmenn beggja liða, ég er ekkert smá gaman að þessu og þetta er skemmtileg umgjörð og það er gaman þegar bæði lið eru með öflugan stuðningsmannahópa hvetja sitt lið áfram og það bara gerir þetta ennþá skemmtilegra. Það verður komið með Sigurður Ingimundarson, þjálfara Keflavíkur, staðan orðin 2-2 eftir mjög erfiða stöðu, 2 fyrstu leikirnir tapaðir, voru konur með baki við vegg og núna erum við bara búin að jafna og það er hreinn úrslitaleikur. Núna þróast þessi leikur hann var erfið til að byrja með en hvað gerði síðan? Já, við byrjum kannski full tilbúnir og það kemur oft út í því að menn gera lítið og við byrjum illa og gerðum lítið en síðan áttu menn sig að því að þetta væri ekki málið og Þröstur og Tommi Jónsson kom inn og breyttu svona hugsunarganginum fljótlega og allir tóku þátt í það og þá náttúrulega var ekkert spurning að við vorum að fara að vinna þennan leik. Og Þröstur að koma alveg ótrúlega sterkur inn, ungur strákur, virkilega efnilegur. Hann var ekki að spila neitt í fyrstu 2 leikjunum, svo kemur hann í síðasta leik, skorar 10-11 stig, fullt af frákastum, 19 stig í dag og fullt af frákastum. Varstu eitthvað hræddur við að nota hann til að byrja með það? Já, nei, alls ekki. Í fyrstu leikjunum var hann hreinlega bara að koma meiðslum. Hann var ekki búinn að æfa fyrir þessa séri í tæplega viku. En ég geymdi hann í fyrsta leiknum algjörlega af því að hann var ekki alveg tilbúinn en hann er rúmlega tilbúinn núna, er að spila virkilega vel. Súsanna var meira á bekknum, er hann tæpur? Súsi er tæpur, ég prófa hann í fyrstu mínútuna bara langa að sjá að það er ekkert að virka þannig að hann gæti orðið góður í næsta leik. Hann er skárri í daginn í gær en hann er ekki leikhæfur í dag þó við prófum hann í eina en ég sagði hann verið flottur næst. En þetta er bara styrkur liðsins að það þarf engin ákveðin að sjá eitt neitt, við getum gert þetta allir. Nú er mjög mikilvæg leikur á miðvikudaginn, oddaleikur. Við erum komnir í oddaleik, eitthvað sem við ætlum kannski ekki að gera upp alveg. Við ætlum að taka þetta auðveldara eða ekki, en núna er bara úrslitaleikur. Já, og ég var að heyra það áðan, ég er ekki mikill svona sögumæður og grúski í þessu að ekkert lið hefur áður komist og jafnað eftir að byrja 2-0 undir og þannig að ekkert lið hefur komist áfram eftir að byrja 2-0 undir og við höfum svo sem skrifað svolítið af þessari körfuboltasögu Keflavíkurliði og ætlum að halda það áfram og vinna. Núna ætlum ég að fá til að segja eitthvað svona mjög mikilvægt til þess að fylla sláturhúsið á miðvikudaginn. Horfum í kameruna. Já, það er bara klárt mál að þegar okkar hús er fullt þá vinnum við alltaf. Við erum komin með Benna, þú ert íþróttafréttamaður. Já, á Dagblaðinu. Á DVAF. Þetta er ótrúleg viðureign þessa tveggja liða, þessi sería. Hvernig hafðir þú spáð fyrir svona áður en þetta hófst? Ég get eiginlega svona upplýst að ég sá það í uppbytuninni hvernig þetta myndi fara því að íringarnir væru kærulausir í uppbytun, voru að taka bara þetta var einhvern veginn svona eitthvað
á meðan að Keflvíkingar börðu sig saman, sló í hvern annan, gáfu mönnum spaða fimmuna og ég veit ekki hvað og hvað og svona þegar leikmenn fóru hérna inn í búningsklefa hvað 5 mínútum fyrir leik, þá var þetta aldrei spurning fannst mér. Nákvæmlega, stundum getur maður að lesa svona látbragð fyrir leik hvernig attitútið er, en hvernig heldur þú að miðvikudagurinn fari? Svona kalt, virkilega kalt mat. Ég meina Írringar þurfa bara að fara að sýna úr hverju þeir eru gerðir. Ég meina, var þetta eitthvað öskubísku ævintýri 2-0 og manni fannst svona eins og þeir væru að verja eitthvað forskot núna í stæðan fyrir að sækja bara til sigur, sko. Það fyrir náttúrulega eftir, ég meina þeir eru búin að tapa núna 2 sko risaleikjum og ekki lítið, þannig að hvernig er sálfræðin, ég veit það ekki. Jón Arnar er fínn þjálfari en nú snýst bara það, ég meina það kannski sést bara á þessum leikjum af hverju Siggi Ingimundar er landsliðsþjálfari en ekki hann. Já, nákvæmlega. Hvað finnst svona hafa staðið upp í leik Keflavíkur? Svona einhverju sérstakir leikmenn eða? Já, ég er gríðarlegur aðdáandi Magga Gunn. Saknaði pínu og sakna kannski, þó að, þú veist, sakna pínu svona stælana. Að það sé eitthvað gert við hann og hann negli bara einhvern þrist í andlitið á einhverjum og ég er svona svolítið og svona gefur svolítið fókmerki bara í árendur og er svona kaldur kall. Hann er með swag. Já, ég skal ekki fullir það en hann er allavega langskemmtilegasti leikmaður í körfuboltanum til að horfa á. Það er ekki spurning. Djöfull verður hann sáttur með þetta maður. Þú ert að fara að detta í grimman með honum. Ég detta einhvern tíðan í grimman, bjór og pott og við spurjum alveg. Já, við segjum bara eins og pókerspilarnir, við förum all in. Tommy Johnson, congratulations, really good victory for you now and you're equalizing 2-2 now in the series. Yeah. What do you think about this game? Was it easy or? No, none of the games are easy, but we just come out with a different intensity the last 2 games, and I think we kind of put them on their heels a little bit, and they really don't know what to expect right now. So we kind of hit them where it hurts, and they got to come back to Kev now. So we'll see what happens. Yeah, exactly. Now you're coming in to the pitch, off the bench. Yeah. What do you like? Do you like that, or does that give you some extra power, or are you angry? No, it's really no difference. It's just. I'm just playing better right now, and it just happens to be that I'm coming off the bench. So that's really it's really not much to it. So that's it. Yeah. Something you want to say to the fans for the next game? Just be loud. Be ready and be loud. That's it. Okay. All right.